Nú ætla ég aðeins að renna yfir hvernig heppilegast er að nýta sér myndbönd eins og þau sem finna má á YouTube síðunni minni í námi og eins hvað ég ætla mínum nemendum að gera í tengslum við þessi myndbönd í vetur. Fyrst ætla ég reyndar að fara örlítið yfir hvernig YouTube síðan minn er uppbyggð. Hver kennslubók eins og í náttúrufræðinni, eins og hér sjáum við lífheimurinn, mannslíkaminn og svo eru fleiri playlistar hérna sjáum þið. Hver bók í náttúrufræðinni er sér playlisti eða spilunarlisti. Það er hægt að finna þá hér, það er hægt að finna þá hér og það er hægt að finna suma þeirra þegar við trillum niður listan. Hérna fyrst koma reyndar svona nýjustu myndböndi sem ég er að vinna hverju sinni. Það er hérna fullt af myndböndum bara á náttúru Íslands líka. Og líka myndbönd tengd ljósmyndum. Svo eru hérna stærðfræðimyndbönd fyrir 8. bekk, fyrir 9. bekk og fyrir 10. bekk og svo ýmislegt annað. Þegar maður horfir á svona myndband sem að maður ætlar að reyna að læra eitthvað af, þá skiptir gríðarlega miklu máli hvernig maður horfir á myndbandið. Það er í raun alls ekki nóg að setjast bara fyrir framan tölvu, síma, spjaldtölvu eða eitthvað annað tæki sem getur spila myndbandið og láta það spila í gegn með það fyrir framan sig, án þess að pæla neitt í hvað er verið að segja eða hvað kemur þar fram. Það er heldur ekki nóg í sjálfu sér að setja og hlusta og reyna að fylgjast með. Það sem maður þarf að gera, það er að vera með kennslubókina fyrir framan sig, opna á réttum stað, fylgjast með myndunum í kennslubókinni, stoppa myndbandið ef eitthvað er í gangi sem maður skilur ekki og lesa sér aðeins til í bókinni. Ég ætla mínum nemendum í vetur að útbúa stuttan orðalista fyrir hvert myndband. Það þýðir að þeir eiga að skrifa niður þau orð sem þeir skilja ekki eða illa eða telja mikilvægt að þeir skilji betur, skrifa niður orðin og skrifa svo eigin orðskýringar fyrir aftan. Þetta vilja nemendurnir sýni mér í hver einustu viku. Það er hægt að nota myndböndin til þess að finna skýringu á orðinu. Það er hægt að nota kennslubókina og í sumum kennslubókana eru orðskýringar aftast. Í öllum kennslubókunum er atriða orðaskrá aftast, þar sem maður getur flett þessum orðum upp og fundið á hvaða blaðsíðu er fjallað þau og fundið þá skýringuna þar. Eins er leyfilegt að koma með þessan lista í kennslustund og fá hreinlega aðstoð hjá kennara við að ná því að útskýra viðkomandi orð. Það skiptir nefnilega miklu máli að þessi skýring sem hver nemandi skrifar í sína bók, má svo sem skrifið í tölvu líka eða í síma, þá þarf bara að verða að sýna kennaranum þetta, sé frá þeim komin, sé þeirra útskýring á orðinu, en það skiptir reyndar líka máli að þessi útskýring sé rétt. Það gæti hentað sumum að hreinlega glósa líka hluta af textanu sem kemur hérna fram. Ormar eru dýr sem eru með stoðgrind sem er mynduð af vöðvum þeirra. Og það gæti líka hentað sumum að glósa hluta af því sem ég segi og skrifa það niður. Það verður bara hver og einn að finna sína taktík í því. Það er líka mjög mismunandi hvað nemendur þurfa að horfa oft. Það getur hentað sumum að horfa með mikill athygli og glósa niður, púnta niður orð sem ég skilji ekki í fyrstu kannski 2 skiptin, en svo þegar þeir fara að horfa oftar, þá getur dugað í raun bara að hlusta. En það er aldrei þannig að það dugar bara að hlusta í öll skiptin. Maður þarf alltaf að leggja aðeins meiri athygli í hvað maður er að gera fyrst. Orðalistarnir sem ég nefndi áðan eru síðan gríðarlega mikilvægir þegar kemur að því að fara að læra fyrir próf. Því þá eru þau í raun og veru búin að búa til nokkurs konar glósur sem að, og það má hugsa það sem svindlmiða hvað sem er, þó svo maður fá ekki að taka það með í prófið en bara búa það til, hjálpar manni að muna. Ég kem til með að setja fyrir mína nemendur hvaða myndband er fyrir hverja viku, það er 1 myndband að jafnaði fyrir hverja viku, inn í Mentor. Ég seti þetta inn í heimavinnuáætlunina á mánudegi viðkomandi viku
og það þá myndbandi fyrir þá viku og hver hópur á þá að vera búinn að horfa á myndbandið fyrir fyrsta tíman í þeirri viku, hvort sem hann á mánudegi, þriðjudegi, miðvikudegi, hvernig sem það Ég set alltaf fyrir alla árganga heimavinnuna inn á mánudeginu, hvað þessi myndbönd varðar. Og þá þessu lokið.